Takk fyrir Ágúst og takk fyrir frábær erindi hérna undan. Ég heiti Bryndís og frá Hafnisetrinu eins og kynnt var og ég ætla að tala aðeins seiglu. Og þessi fyrirlestur hjá mér talar raun mjög vel inn í fyrri erindi sem mjög skemmtilegt að við vissum ekki í raun nákvæmlega hvað við vorum öll að fara að tala Svo við ætlum bara að kýla á þetta og fara hérna yfir í að skoða fyrst hvað seigla og í raun ætla ég að setja þetta upp í formi hindrunarhlaups eins og þið sjáðu kannski, við ætlum ekki að hoppa yfir elda en þetta svona til að minna okkur á að til að efla líkamlegt úthald þá æfum við markvisst og það gildir það sama þegar við ætlum að þjálfa seigluna. Við eflum líkamlegan og innri styrk með ýmsum æfingum, svo ég ætla að gera þessi ráð mjög praktísk, þetta byggt á fræðum og vinnusálfræðinni en vonandi getið þið tekið eitthvað með frá sér sem þið getið nýtt ykkur. Og seigla snýst ekki að harka í gegnum erfiða tíma brosofver eins og mætti koma inn á. Það allt í lagi að viðurkenna erfiðleika og þetta tekur kannski tíma að hefja sig upp aftur en það snýst þetta að síðan finna þennan innri andlega styrk sem einmitt blanda af sjálfsöryggi eða self-efficacy, bjartsýni, von og seiglu. Og þessi atriði þau virka best ef að þau séu sameinuð. Svo þess vegna eru ráðin byggð upp á þessu og andlegur styrkur á vinnustaðar einmitt tengt við minni fjarveru og starfsánægju og framleiðni einnig. Fyrsta ráðið þá að sjá fyrir sér endamarkið en einblína á skrefin til að komast þangað. Svo við ætlum í raun að brjóta niður stærra lokamarkmið, niður í smærri markmið, niður í skref. Svo æfingin sem núna komin inn á hæfni.is, þetta allt splunkunýtt, þá til dæmis að ná sér í blað og penna og ef maður getur gert þetta í samtala vinnustað ennþá betra og spyrja sjálf sig hver núverandi staða og hvar erum við en hvert ætlum við og hvert ætlum við að komast. Og síðan breytum við þetta niður í smærri markmið, vörðunar á leiðinni og það best að einblína á hverja vörðu fyrir sig, hvert markmið fyrir sig því að það mikið raunsætna fyrir okkur. Enda markmið þó það á að vera skýrt og raunsætt og með tímamörk, þá yfirstíganlegra að einblína á það sem einmitt fyrir framan okkur. Og þess vegna ætlum við að útlista skrefin, við ætlum að skrifa niður skrefin til að komast þangað og við ætlum líka muna að vera svolítið góð við sjálfan okkur því að ef við segjum allt eða ekkert þá munum við ekki ná markmiðin okkar eins og Matti kom inn á áðan að við ætlum að koma okkur í formið sem við vorum í og ekkert annað í boði. En það gott að muna að þó við fyrir 2 skref aftur en 1 skref áfram þá erum við samt á leiðinni fram. Og síðan í raun þriðja hlutin af æfingunni að sjá þetta skýrt fyrir sér. Og þá ætlum við að nýta okkur tæknir sem líka notuð í íþróttum og þar sem fótboltamenn sjá fyrir sér hvernig þeir komin á völlinn, þeir finna tilfinninguna, þeir sparki boltan, þeir ná að skora, þeir komast alla leið. Og þetta getum við nýtt okkur og nýtt okkar hugarafl og þá mæli ég bara með að anda djúpt, leggjast niður, loka augunum, taka smá stund með sjálfi sér. Þið getið haft róandi tónlist eða það sem þið viljið með og sjá skýrt fyrir ykkur hvert þið ætlið að fara og hvernig þið ætlið að komast þangað. En þá einmitt ekki hægt að hunsa hindranir sem á leiðinni og þó við ætlum að sjá fyrir okkur og útlista hindranir eða áskoranir sem geta komið upp, sem mun alltaf koma upp, óvæntar eða jafnvel eitthvað sem við getum séð svolítið fyrir, þá ætlum við að einblína á hvernig við ætlum að yfirstíga, hvernig við ætlum að komast yfir hjallan og hvernig við ætlum að bregðast við líka og hvernig við ætlum að finna lausnir. Og ef að þið séu búin að íhuga hvernig þið getur verið lausnamiðuð og sé fyrir ykkur það versta sem getur gerst á leiðinni en líka hvernig þið munu höndla það, þá það líka auðveldara þegar kemur upp en líka þegar eitthvað óvænt kemur upp því þá þið komin í þetta hugafar að finna lausnir á ýmsum áskorunum sem koma upp.
Og það vert að segja aðlögunarhæfni og útsjónarsemi einmitt kjarni seiglunar. Þannig komumst við áfram og í lokamark á hindrunarhlaupinu. En þá einmitt gott að hafa bjartsýni sjónaukan af vopni því að eins og var komið inn á hérna áðan þá erum við svartsýnar verur. Við eigum það til að sjá fyrir okkur það versta og einblína á það versta og líka í raun að sjá það ekki með raunsæjum augum og heimurinn í raun hrynur og við einblínum á, já, hvaða var nú kalt fyrir mörgum árum síðan eða mánuðum síðan heima hjá okkur. Og það í raun þá ekki þessar pollíunu hugsanir sem við erum að pæla í hérna, heldur að sjá hlutin í raunverulegum augum og einblína líka á hina hliðina á skilningum, hvaða besta sem geti gerst og hvaða tækifæri koma út úr þessu eins og Stefán Karl kom inn á hérna áðan og líka Hildur, hvernig ætlum við að nýta tímann og nú ég búin að tala við nokkuð fyrirtæki og þetta það sem að mörg fyrirtæki gerðu einmitt og gaf þeim aukna seiglu á þessu tímabili af því að þau sáu þarna nýjan markhóp sem voru Íslendingar og gerðu nýjar ferðir eða nýja þjónustu sem var í boði sérstaklega fyrir þennan markhóp og það blossaði og í staðinn fyrir einmitt að loka á því tímapunkti þó það sé stundur réttast fyrir reksturinn þá var þetta það sem náði að halda þeim á floti og gaf þeim að lokum aukinn kunnahóp sem verður áfram þarna og orð ber svo auðveldlega á Íslandi. Svo það svo gott að fá þetta líka inn. En þetta dæmi það sem var nýtt, að hvað væri það besta sem geti komið út úr þessum aðstæðum. Og síðan rosalega mikilvægt líka að hafa trú á sjálfu sér og teyminu. Og þá það einmitt, það var svo gott áðan hjá Matt að tala að við verðum fyrst að vera svolítið leiðtogi fyrir okkur sjálf, áður við getum verið fyrir okkur, fyrir aðra. En í raun, ef að við getum verið okkar eigin hvetjandi, þá það frábært, en við verðum líka að hugsa hver sýnir þér stuðning, hvar getur þú fundið stuðning, á vinnustað eða það heima, en þetta kemur líka inn á að þjálfa hugan og þegar það einhverja efasemdir þig eða reksturinn eða jafnvel starfsfólk að leyfa því ekki að ná tökum á þér, heldur að finna styrkleika og þá líka hægt að byggja upp sjálfstraust starfsfólks með því til dæmis að veita endurgjöf, benda á styrkleika og hafa fókus þar og hrós þegar við á. Og síðan náttúrulega þjálfun og fræðsla á vinnustað og stuðningur hjálpar við að auka trú starfsmanna á eigin hæfni. En það einmitt síðasti punkturinn sem kemur inn á stuðning á vinnustað og það í raun að skapa sterk stuðningsnet eins og var gert hjá Íslandshótelum með faghópana og þá í raun, það maður að koma starfsmönnum inn í aðstæður þar sem það alltaf stuðningur, það leita til þeirra og fengi þeirra álit og það tala við þau en það líka með þessu hægt að opna á einlæg og hreinskilin samskipti þar sem hægt að tjá hvernig manni líður og hvernig við saman ætlum að komast áfram og sérstaklega að því það oft í þjónustugeiranum erfiðir dagar og jafnvel erfiðir kúnnar og þá svo gott þegar stuðningsnet getur gripið mann á vinnustað eða þegar maður veit að það óvissu tímabil framundan og krefjandi tímar. Þetta voru í raun loka orðin mín, grípið tækifærin og skapið sterk stuðningsnet. Setið ykkur raunsæ markmið, skoðið hindranir á leiðinni en líka hvernig ætla að yfirstiga þær og veljið bjartsýni sjónaukan með von fyrir framtíðina. Og við erum Hæfnisetrið, þessi ráðurinn á hæfni og æfingarna líka. Þar erum við líka með fræðslutorg, verkfærakistuna og þið getið kynnt ykkur ráðgjöf fyrir ferðaþjónustuna. Svo takk fyrir að fylgjast með.